Gleðilegan október. Oh my god, október. Það komin október. Spooky season is here, it's happening. Núna komið svona official haust. Já, já. Það alveg haust. Mér finnst það skrítið þessi kom haust og ég sé útlöndum. Já, þú bara eitthvað í sólinni. Já, það skrítið sko. Já. Þú sem alveg gert áður. Já, ég gert það sko. Já. En ég er samt ótrúlega spennt. Ég er ótrúlega spennt að vera í útlöndum og hafa gaman þar og vera í fjölskyldufríi, en ég er líka ótrúlega spennt að koma heim og taka þátt í haustunni. Ég elska hausti. Já, ég líka. Elska alltaf meira og meira með aldrinum, sko. Já, ég elska alveg bara svona, ég er svona, sólin er farin. Ég er alveg smá sækofati. Það er alveg skrítið. Ég veit. Og ég er allt og kalt úti. Allt og kalt úti. Ég elska hvað þetta er svona crispy. Aha. Já. Já. Ég er meira fyrir hitan, sko. Já, ég veit það. Þetta er bara eins og síðan að klæða sig og hvað þannig, þetta er skemmtilegast. Já. Kúsi peysur, jakkar og elska það. Já, það er mjög gaman. Elska það. Þetta er alveg svona skemmtilega svona trenddæmið. Mér finnst hausttrendin skemmtilegust og finnst til að vetratrendin líka mjög skemmtilega þegar þau fyrir mjög svona fyrir festival season. Já, festival season er alltaf mjög skemmtilegt. Sko. Já, það er líka svona, þú veist, það er líka bara þú veist, mikið glimmur og glam og glitz og glitz and spritz. Nei, það er líka bara, ég elskar enda líka summer trending, það er allt svona meira svona transformational. Það er það. Alltaf svona eitthvað, funky að fara úr peysunum í eitthvað allt annað. Það er svona mest í munurinn. Já, ég sammála því, sko. Finnst eiginlega allt þetta mjög skemmtilegt. Það er allt mjög skemmtilegt, en ég held að haustið sé mitt uppáhaldstímabil. Ég held ég bara komin á þann stað í lífinu. Það er cozy. Það er það, ég elska cozy. Það er líka, þú veist, að því að basically á Íslandi, það er ekki hægt að klæða sig eins og summer trends. Nei, svo þannig að ég alltaf bara svona, fuck, ok, ég er kannski að fara á skralið niður í bæi eða eitthvað og mér langar bara að fara í sokkabuxur. En það er kannski ekki komin tími fyrir það, þegar bara júlí. Já, einmitt. Þannig að þetta er svona best fyrir okkur. Og líka bara, ég langar kannski bara að vera í míniskörtinu, þú veist, sem að er í tísku. En svo bara svona, en það er svona bara 2 gráður. Einmitt. Þótt þessu sumar, skilur. It's too cold. Já. Þannig að við erum basically, þú veist, sumarið á Íslandi er eiginlega basically haust. Þannig sé. Þú veist, maður fer inn í bæ eitthvað þegar sól úti, þá er maður svolítið í gallabuxum og jakka. Já, nákvæmlega. Það er ekki hægt að, klæða sig eins og maður gerir, eins og maður gerir þegar maður er erlendis. Já, en ég veit að þetta er þáttur sem að margir er búin að bíða spenntir eftir. Já, en það kom alltaf seint hjá okkur. Já, en bara, þú veist, það eru lútandi að vera sammála að, þú veist, nefnilega september er búin að svolítið svona stríða okkur. Djöfull er hann búin að líka hverfa. Já, við erum líka bara búin frábæra gesti og ótrúlega gaman. En við erum búin að vera mjög spenntar fyrir þessum þætti. Og já, vitum að þið eru að crave it. Jeps, og núna var ég að opna í nót sem er haust shopping list, þannig að þið svona hlusta, því ég veit að this is an episode where I listen and learn. Gera það sama með mér. Já, allar skrifa niður. Já, svona, ég svo, við langar í þetta, þannig að við langar að þið gera þetta með mér. Þannig að ef þið fáu eitthvað svona inspo sem að þið er svona, þú veist, og líka muna það alltaf bara, við segjum til hverjum eins og trendstætti, en þú veist, fylgja bara sem hendur ykkur og sem ykkur finnst flott, skilur. Og þó við séum að tala trend svo nefnum ekki eitthvað sem ykkur finnst flott, þá er það ekki, að því er ekki að sé ekki flott. Nei. Það er bara trendir eitt og svo er eitthvað sem er bara staple, skilur. Það er eitthvað sem er bara timeless. Já, en við erum bara að fara yfir the trends. Já, það er sem bara svona einmitt og það er bara, og stundum langum að taka þátt í ykkur og stundum ekki. Já, klálega. Og bara þið finnið ykkar. En á boðstólunum í dag, eins og alltaf erum við með ballerina keksana. Ég get greipið mér í keks á meðan ballerina. Wow. Ég náðu svo, sko. Á meðan ég hlusta. Hlusta, þú ætlaði að fara að tala með mig. Já, ég veist hvað ég meina. Ég hænast. En svo er líka með happy. Ekki að fá okkur einu steku. Já, ég er alveg mjög þyrst og dehydrated. Hvað langar í? Ég er bara með bleikan. Ég er að pæla að fá með peach. Alltaf með peach, ok, þá ætla ég að fá mér pína. Alltaf las ég mig ekki pína. Það langar þér í peach? Nei, ok, alveg pína. Ég held að þú verður að tegja í það. Já. Það var bara einn hjá okkur. En nú er það mér bleika. Ok, og ég slá mikið valku. Já, þetta er valku. Já, þetta er það. Ok, líka, þetta er eitthvað sem þetta er að skrifa shoppinglistan eitthvað right now. Happy hydrate. Já, það er trending að vera hydrated. Mér nennir að minna mig á, no joke, að þegar ég labbaði nút, að ég taki með mér happy heim. Já. Ég er alltaf að gleyma að fylla byrjarnar heima. Já, ég líka, allt í einu líka, ég var sko með hella mikið og ég var bara með svona, þú veist, Ziploc póka með geðað mikið af mixi. Svo allt í einu var búin, ég var bara, hvað var þeim póka með? Þetta hlýtur á annan póki, ég er bara búin að klára hann.
ég verð líka að taka sko nóg með mér út að það ekkert betra en happy í sólinni. Facts. Telling you. Já, það mjög mikilvægt, sérstaklega líka ef maður búin að fá sér í glas og svona. Já, og padel og allt þetta í sólinni, sko. Hvernig hitinn hann úti? Right now. Ó, ég verið hún náttúrulega á Marbella, veit ég hvort það bara að segja. Ég á Marbella. Espanja. Þetta var svolítið spænska sumaru okkar. Já, mjög spænsk. Já, ég elskum Spán núna allt í henni. En þegar við tökum þetta upp voru nokkur dagar ég fari náttúrulega. Því Horis. En veðrið núna 26 gráður. Ok, það bara cute. Já, ég held að verða alveg svolítið svona. Já, þetta var svona því ég fór svipum tíma fyrir 4 árum, þá var þetta einmitt svona 23, 2, bara svona næs, skilju, þetta ekki samt, en þetta ekki samt jafn mikið molla og þú veist, það var ógeðslega heitt á Alicante, þótt að var ekkert eitthvað. Það var náttúrulega líka hásumar. Já, en þess að mér fannst var hitast því eitthvað geðveitt hátt. Já. Það var 30 okkar, sko. Já, það var 30 okkar, ok. Það alveg hátt. Já, það mjög hátt. Mástu ekki þegar við líka fórum til Alicante City, sko. Það var svo ógeðslega mikið mollaðar. Marbella svo miklu meira við einhvern veginn vatn. Já, líka samt Alicante, sko. Reyndar, hefur farið til Marbella yfir, þú veist, high season hitan, skilur bara sumar. Já, einu sinni. Já. Var það ekki svona heitt þar? Ég fór í ágúst einu sinni. Já. Ég það kannski ekki alveg Nei, það miklu kaldara í ágúst, eins og þegar við fórum náttúrulega í júní til Alicante og fórum til Mallorca. En Mallorca náttúrulega líka eyja, sko, þannig að það meiri vindur. En jú, þú veist, þetta svona, ég að skoða svona spána, þetta svona, þú veist, 27, það 28. 28 mjög mikið, sko. Já, og svo kemur 23 einhverju dag, 25, þetta svona, en jú, þú veist, eins og bara, við tökum dæmi, þú veist, þá þetta hæsta að fara upp í 5, sko. Já, þetta miklu læra UV. Miklu læra UV, þú veist, þannig að sólin jafn sterk, en já, þú veist, bara cozy. Ég þarf að vera með happy. Já, það mjög mikilvægt. Það það, sko. Má verður að hafa með sér. Já, algjörlega. Annað sem að ég ætla líka mjög spennt að fá mér út á Marbella, það ískalt Coca-Cola. Það ekkert betra en Coca-Cola í sólinni, sko. Í sólinni, með að þið verum gist í húsi en ekki á hótelherbyggi. En það eitthvað við það að gisti í húsi erlendis, þá það að fara að búi til grillasamlóku. Já, þú ert þar. Já, þú ert mjög mikið þar. Já, þú veist, maður gera það alltaf, einhvern veginn. Ég tengi ekki við þetta, sko. Við gerum það út á Alicante. Ég held að ég hef ekki gert það. Nefnum kannski max einu sinni að því þið voru alltaf að því. Já. En það ekki svona eitthvað sem ég myndi gera nema að því þið eru að því, skilur. Já, ég veit ekki, ég tengi gæðs mikið við bara svona grillusamlöka í sólinni. Ég veit ekki af hverju, þetta gæðs það bara cute. En ísköld Coca-Cola með því. Ætlar þú að finna Diet Coca núti? Ég skal senda það mynd. Já. Ég svo spennt að vita. Sko. Já. Ég ætla að leita. Það leita þið? Þú verður? Já. Það náttúrulega fullt af svona breskum búðum á Spáni. Já. Sem selja þetta. Best. Mér langar bara til London núna, sko. Já, ég að koma smá London-kreif. Já, ég sakna London. Já. It's been a year. It's been a year. Já. Oh my god. Vá. Það alltaf langt. Ég verð að fara til London. Ég fyrir alltaf árlega. Það alveg crazy að fara ekki, sko. Hvað við fyrir bara náum í liveshow-kjóla? Gætum þurft. Gætum þurft skröppa. Já, og by the way, ef það eitthvað svona stylist out there sem að væri til í að hafa samband við okkur upp á eitthvað skemmtilegt verkefni, please send us. Já. Ég þekki ekki marg stílist þannig. Nei, það smá falin hópur. Já, það erfitt, allan fyrir okkur, erfitt að finna á. Og líka þú veist að kannski ekki allir stílistar með okkar svona aesthetic. Nei. Mér stílistar yfirleitt vera svona get artsy, svona, en við þurfum að gellu stílista. Já, við þurfum klitt og glam. Já, bara þú veist, gellu, æla yfir okkur, stílista. Já, við erum bara að leita á stílista í eitt verkefni, þannig að ef þú er stílisti, please senda okkur. Já, algjörlega. Senda okkur umsókn. 100%. Já. Það verður gott að fá að heyra eitthvað frá okkur öðrum, sko. Já, það væri gott að fá smá input, sko. Já, algjörlega. Líka bara gaman að, þú veist, nýta eitthvað sem bara gekk góður í að source eitthvað, skilur eitthvað special. Algjörlega. Þannig já, það væri gaman. Það væri skemmtilegt. And shall we do this? Já. Áður fyrir mér þá ætlum við að tala eitt sem mjög trending og það að nota Natrakers. Tíðavörurnar. Natrakers. Já. Our bestie. Velkomin aftur. Já, en það bara gott að nota
bara dumbindi og túrtappa og tíðavörur sem eru ekki með ilmefnum og eru bara náttúrulegar. Það er trending. Mjög mikilvægt, já, það er trending. 100%. Ekkert klór, bleikt og engin plast, þannig að já, bara þú góð áminning. Ilm og aukaefni, þú veist, eiga ekki heima í vörum sem þau eru, þú veist, fara beint í blóðrásina. Nei, setja alveg inn í þið, sko, þannig að það er það sem er trending núna í haust og við ætlum öll að taka þátt í er að nota hreinni vörur, þú veist, sérstaklega þarna. Tíðavörunar. Bara, algjörlega. þú veist, já, það geti ekki verið hérna mikilværa og svo er náttúrulega líka, þú veist, natraker ekki bara dömbindi og túrtapar, já, þú veist, það heldur líka brjóstapúðar og blauðþurrkur og svona góð áminning bara, já, þú veist, að velja þegar þú stendur fyrir framann básinn, skilur, bara já, ég ætla að velja hérna. Það er alveg mikilvægt. Það er það nefnilega, þú veist, að því við erum alveg að velja nógu mikið af aukaefnum og drasli í alls konar öðrum vörum. Ef ekki að passa okkur þarna. Þetta er eitthvað svo ógíslega svona mikilvægt að hugsa Já, þetta er það. Og ég elska líka bara natraker. Það er bara uppáhaldið mitt. Já. Góða vörur. Mjög góða vörur. En já, þetta er bara svona smá áminning. Smá áminning. Gott fyrir okkur öll að heyra þetta. Já, en ok. Haust tíska 2025. Ef við byrja að fara yfir litina. Já. Það voru liti, það er ógíslega mikið litum núna. Ég hef aldrei séð svona mikið litum, já. Ok. Og þú veist, það eru Vogue trending litinir, skilur, og svo eru náttúrulega alltaf einhverjum staples. En Vogue vil meina að það er powder pink. Vá! Það er lots of pink, sko. Svona alveg perfect okkar bleiki. Ok. Í svona prjónapeysum og skilur aukahlutum og skóm. Og hvað er gaman hjá okkur just? Já, ræfi. Ok, byrju, þinn ég skrifa hérna niður. Skrifa með mér powder pink, peysur og eitthvað. Slæðið allt fyrir okkur. Já. En svo er líka slæmgræn eða læmgræn. Ég ætla að fara að segja eitthvað allt annað þú sagði slæm. En slæm hvað? Slæm? Slæmgræn, hvað svo er? Slæm, já, slím. Þessu slím? Já, ok. Sorry, ég er náttúrulega að lesa alltaf ensku, sko. En svo eru rosalega mikið af bláum. Það eru dökkbláir, það eru kóngabláir, það eru ljósbláir, þannig að alls konar bláir. Ok. Svo er chocolate brown. Always. Og í staðinn fyrir burgundy, sem er ekki úr tísku. Nei. Það er staple. Já. En svona trending liturinn er svona chili red. Svona hot chili. Já. Ok, skemmtilegt. Og svo einn nýr litur sem að ég hef ekki séð vera trending ever. Ok, svo spennt. Aubergine. Svona... Appelsínugulur? Nei, þetta er dökk fjólublár. Bara aubergine er bara að svipa þessu eggaldin á litin. Eggaldin, já. Það er dökk fjólublár, svona hugsiði eggplant eða eggaldin á vöxtin. Ok. Já. Áhugaverður. Já, þessi hef ég ekki séð áður og þetta er mjög gott fyrir fólk sem að svona fílar ekki verið litum. Nei, þetta er svona vallalitur. Já, þetta er alveg dökk fjólublátt. Skemmtilegt. Langar ég eitthvað frá í þessum lit? Ég get alveg ímyndað mér eitthvað svona bara leðurjakka eða eitthvað, skilur. Vá. Ég veit líka að þú veist, aubergine liturinn fer ótrúlega vel með grænum augum. Þannig að það gæti virka vel fyrir okkur græniða fólki. Vá, ég er spennt, þetta er spennandi. Já, þessi er góður, mér finnst þetta skemmtilegt tvist. Ég myndi líka bara svona dökk fjólblá peysu eða eitthvað, skilur. Þetta er geðvikt. Já, þetta er alveg cute. Já, ég er alveg, þú veist, að skoða þetta á Pinterest. Og, þú veist, alltaf, bæði, svona kendum mér þetta fyrir lengu, að þegar tala í trendsáttunum, að miklu auðvitað að skrifa Pinterest heldur en að skrifa Google. Já, miklu, alltaf fara á Pinterest. Pinterest er basically mitt Google þegar það kemur að eitthvað svona. Já. En já, þú skoða, og það er líka, sérðu þarna, þegar þú skrifar þetta, það er verið að mattsa þetta með ljósum fjólblóðum líka. Já, ég sé það. Það er svolítið cute. Það er svolítið cute. Gott color combo. Þetta er gott fyrir teppu. Já. Ég elska það fyrir litum. Já, annars svona litur er líka, nú er komið svona út úr Vogue litunum. Ok. Það er, ljós fjólblóð. Ok, sumar ömmur verða núna mjög ánægðar. Já. En svo eru líka með Mocha Mousse. Var ég búin að segja chocolate brown? Já. Já, ok. Mocha mousse er meira svona, eins og ímyndaði bara svona súkkulaðimús. Hún er ekki eins dökk, hún er svona ljós, eiginlega bara svipað á peysaðin eins og stíð núna. Já, svona beisaður. Já, svona okay. moussey vibes. Það latte-litur. Já, smá. Já, ok. Svona kannski aðeins dekkri. Aðeins dekkri latte, já. Og svo er nýja
orðið fyrir burgundy eða rauðan, það er wine red eða sour cherry. Okay. Það kemur alltaf eitthvað nýtt nafn yfir sama lit. En svo er icy blue að fara mjög vinsæll. Hvernig er icy blue? Er hann kaldur? Nei, hann er eiginlega bara svona fallega blár, eins og við elskum blár, svona baby blár. Það er alltaf bara nýtt nafn, skilur. Já. Og hann skilur mattsaður við einmitt mokka mousse. Eða hann mattsaður við chocolate brown, svona color combos. Já. Það er alltaf cute. Var þetta litríkt haust? Já, mattsaður með svona dekkri litum, skilur. Þannig farlega. We love that. Svo er líka mjög margir að tala að butter yellow halda áfram sem ég finnst alveg svona, ok, en ef þú mattsar hann við chocolate brown þá verður hann svona fall. Já, og líka gráan. Já, ég líka allt með gráan, brúnn með gráu líka. Allt, rauð með gráu. Já, blár með gráu, það er, já. Hann er gott staple piece til þess að eiga núna. Gráa buxur. Trousers. Já, trousers og kannski gráan blazers. Já, gráan jakka. Grá líka svona eins og þú ert í núna. Já, svona cozy pissa. Já, cozy pissa. Prjónið cozy pissa. Og svo er navy blár, mjög inn. Já. Og græn. Bara græn í öllum. Bara ímyndaði alla græn. Eins og sagði hann slime græn, lime græn, matcha græn, olive græn. Og þetta svona líka svona smá saman. Bara alls konar grænir, tónar. Mér svo fyndi þessi lime og slime, sko. Bara svona, að það er svona ólíkt haustinu að vera með svona ykta liti. Já. En já, þannig að þú ert átt eitthvað grænt þannig að fara að grafa þau upp. Já, þannig að þú veist, einmitt, góða punktur, bara ef þú átt eitthvað grænt, þá getur þú notað, þegar allir grænir tónar eru inn. Já, basically, allir. En þá er svona búið með lita hlutana þessu. Ok, þetta er skemmtileg litir. Já. Komulega óvart. Mikið litum, ég held ég aldrei skrifa svona mikið í lita væpið. Nei, þú veist, að því að þetta er yfirleitt eitthvað svona, ok, þetta, það er alltaf svona fjórir svona staple litir. Já, ok, það verður burgundy, það verður þetta, þú veist, brúnnin alltaf og burgundy. Já, en núna erum við, þú veist, powder pink, það er nýtt. Það var reyndar held ég fyrra líka. Ok. Jú. Við man eftir, við vorum mjög spenntar, sko. Já, aubergine, allavega, það er glænýtt. Já, það er nýtt. Það er gaman þegar maður sér eitthvað nýtt á haustinu, eins og við tölum, það er oft svona mjög svipað væp. Já, en þetta er einmitt eitthvað sem þú getur skrifað nýra listana, því það er kannski ólíklegt að þú eigir þessa flík. Það er kannski ólíklegt að þú eigir aubergine. Já, þannig að ef þið langar í eitthvað nýtt, þess að kaupa þar aftur græna peysu, þú veist að þú átt búið ykkur, eða whatever, skilur. Að kaupa þá eitthvað sem þú átt alls ekki eins og aubergine ykkur flík, það er vákað spennandi. Sér fyrir mér svona geggjaðan svona leðurjakka. Já. Ok, ef við fyrir mig yfirhafnar, þá er svona mesta trendið sem er búið að vera alltaf í sumar líka, er svona smá poncho. Það? Það er búið að vera svona, hefur ekki séð, það er búið að vera hann í bóli líka sem lúkka eins og poncho, þröngir og svona yfir axlirnar. En núna er bara svona poncho, bara svona, svona drapey, þú getur náttúrulega, þú veist, risastóran trefild til að búa til þetta lúk, skilur. Þannig að það er bara svona basically smá poncho style, en það var svona smá þund í sumar, bara svona úr blúndu og eitthvað þannig yfir kjóla. Já. Núna kannski svona meira svona scarfy, heavy og líka bara poncho svona kápur, bara kápur sem eru með svona poncho style. Manst ekki eftir þessu svona? Jú, ég man eftir þessu, sko. Þetta var mjög trending eins og. Ég hef alveg been there, done that. Já. En núna er alveg mjög mikið þetta poncho, sko. Mjög það skemmtilegt. Já, ég elska svona. Við elskum layers. Þetta er náttúrulega the season of layering, sko. Já, og þetta er skemmtilegt layer. Þú getur gert þetta svo alls konar og líka bara segjum við bara fínum kjól að finna þér eitthvað svona þund poncho, svona kannski úr blúndu eða eitthvað þannig til að svona gera elevated look. Það smá svona auka, já. Vá, I love it. Já, og þú veist, poncho getur líka verið svona, því sem skikkjur, basically. Það er svona skikkjur og svo svona belti í miðina. Þetta er smá erfitt að útskýra, sko. Þetta er, ef þú farið bara á Pinterest, það skrifir bara capes. Já, þetta er svona cape, já, einmitt. Einmitt, já, draped cape, já. Cape outfit. Cape outfit. Já, ég sé það. Skilur mig. Það er gott að vera með Pinterest á með að hlusta á þátt. Já, mjög gott. Þetta er mjög svona Blair. Þetta er mjög Blair. It's giving Blair Waldorf. En sendilega þetta sjá Kendall Jenner en það bara í þú veist leður þannig. Já, það er komið svona alls konar útgáfur af þessu. Þetta er mjög cute. Mjög svona, annarkvæmst getur þetta verið royal eða edgy. Þú veist, það er alltaf að fara át og trend alls konar fyrir þetta í hvernig stíl þú ert með. Nákvæmlega. Eða stíl þú vilt vera með þann dag. Já, svo er það. Það er dálítið þannig, sko. Maður er svo mismunandi.
ef þú ættir að lýsa stílinum, hvernig myndir þú lýsa honum? Mín? Já. I don't fucking know, sko. Veit það ekki, bara basic. Basic bitch. Ég var að svara eitthvað viðtali. Já, bara basic. Ég var bara, hann fyrir bara eftir eins og segi, það fyrir eftir dögum, sko. I don't know, sko. Ég gæti ekki lýst stílum mínum. Nei, þú veist að ég ekki svona föst í sporty chic. Nei, skilju. Það bara fyrir eftir my mood. Þá ég kannski bara einn dag þannig. Svo næsta allt annað. Já, og svo eru líka með tepustíl og allt, skilju. Já, þau sem eru allt annað, já. En ég elska bara svona express hvernig mér líður þann daginn, sko. Og bara pröfa sig áfram. Já, og líka bara cozy gala, þá bara, ok, feeling cozy day, sko. Já, satt. Og svo það svona flowy bólir með þröngu waist. Já. Það svona allir flowy en samt svona, það mjög mikið þannig, svona big shoulders, tight waist. Já, það nokkra þannig. Já. Og svo líka barn jackets sem svona sveitajakkar, svipaði svo barborjakkar. Já, svona. Þvottalega eitthvað þannig. Já. Með svona kraga kannski sem úr svona velvet, velour, hvað heitir þetta? Já, svona öðruvísi efni. Þú veist, þetta líka kallað svona, stundum kallað svona smá military. Það ekki verið svona græni jakkanir? Nei, veit ég hvað ég skrifa þetta? Ég búin að týna, ok. Ég myndi alltaf að vera að kalla svona barn jackets, barbor vibes. Já, þetta svona barbor vibes, skilur. Já, nema þú veist, það ekki að kaupa utility, ætla ég að segja. Utility, já. Já, þetta stundum að kalla það. Já, og þetta er svona manly. Já. Þetta svona, þú veist, þetta er smá svona sveita vibes. Já, og þetta er svona, þú getur fengið hann jakka kannski í frafa, já. En ángriðs tjekkaðu, eða átt af það sem er lífið, þú veist. Já. Að tjekki skápinn hans. Þetta oft úr svona velúr og eitthvað svona þannig á svona kræginn og. Já. En svo bara geggjað, þú veist, parað saman við, þú veist, bara cozy peysu og stupuxur, skilur, og hunter boots, eða boots, skilur. Já. Oh my god, geðveikt. En ég mæli með sko að leita svona, ég hef alveg lengi verið að elska svona jakka. Elska jakka, það bara uppáhalds blíkutum mínar. En það auðvitað að finna flotta svona í kalladeildunum. Já. Þú veist, ef maður að fara að kaupa sér. Þetta samt alveg komið í svona alls konar svona búðir líka bara eins og þau Zara, Gina. Já, 100%. En svo náttúrulega ekki að fá sér eitthvað svona vintage, skilur. Já. Mér finnst það líka geðvikt. Þú veist, Carhartt með gamla góða svona. Já, það minnir mér bara svo mikið á Blake Lively, þannig ég gæti alveg ekki. Nei, sko, hún alveg smá búin að eðalega. Hún er búin að eðalega Carhartt, sko, fyrir mér. Smá. En bara fyrir mér, ekki fyrir ykkur, sko. Já. En já, svo erum við með, cropped mid-length trenchcoats. Þú veist, það alveg búið að lengi cropped. Já. Núna komin hinn lengri samt. Já, aðeins lengri. Það er alveg gott stöf. Af því að mér finnst því oft bara langað að fara í my cropped trenchcoat og það bara svona, það sést þannig að því að buxunum mínu er low-waisted og það sést svona vandræðalegt bil á milli. En þú veist, cropped líka, venjulegir, skilur, er líka ennþá inn. En þetta er svona nýtt, finnst mér. Það er svona, hann endar við mjög mér. Mest skemmtilegt. Svipulengd úr því núna. Já, eiginlega svipað. Hvaðan er þessi? Þessi er Söru. Já, og það er svona 100 svona hana. Allir midleng, það er mjög gott, mælum með. Þessi góður. Já, takk. Og svo erum við Fringe. Núna kemur það 100%, sko. Já, en ég held að Fringe komi líka núna svolítið öðruvísi heldur bara jökkum. Líka töskum og eitthvað. Já, töskum, belti. Já. Og ég var Poncho. Já, Poncho, ég skoðum til Vogue og þetta var svona meira, þetta væri, þú veist, já, þú veist, Fringe jakkar klálega, en núna líka mitt, þú veist, á kjólu og eitthvað, á einhverjum ból. Já, einmitt. Þú veist, svona á botninum, á bólunum, já. Svona statement Fringe bólir. Já. Það er alveg mjög cute, sko. En þegar við erum búin að tala að lengi að þetta sé að fara að koma tilbaka, en núna er þetta komið. Nú er þetta komið í svona fast fashion vibes. Já. Þannig að, þú veist, we're gonna see it more. Já. Þetta er ekki bara on the runways. Satt. Já, ég fíla alveg. Já, vá, geðveikt. Svo erum við með, svona vintage þröngaleðurjakka. Always a classic. Já. Þú veist, ég veit að mamma mér er vintage með hellinga sem ég er alltaf á leiðinu ángað. Við verðum að fara. Já, getum við farið? Já, mjög til, já. Mjög til, já. Og þú er alltaf sér svona marga flotta, ég bara, ok, ég þarf að gera ferð. Ég var einmitt að lesa samt, ég hef mitt á Vogue og þau voru að segja að þetta yrði ógeðslega mikið leðurhaust. Já. Og þú veist, og þá var bara svona leðurbólir og þú veist, og þeir voru bara að sína dæmi þú veist, svona það sem, þú veist, eins og bara leðurbólir frá Kós, þú veist, Kós er það sem maður getur axli versla á þetta, mynd að prata bóla, þú veist, þannig að þetta væri bara svona, það yrði ógeðslega mikið leður
I'm so for it. Já, ég elska leður. Eina sem ég hugsaði bara leifa, bara, oh my god, það var svo erfitt að taka upp í þessu. Já, nei, við erum ekki að taka upp í því. Nei, þú veist alveg, við höfum alveg svona verið kannski í leðbuxum eitthvað. Já, minn aumasti. Sko. Og guð, já. Það var alltaf svona hljóði í mínum buxum. Já. En það er náttúrulega pleður. Já, ég er að tala um það, svona pleður, já. Ég er spennt fyrir því. Ég elska það. Mér finnst það alltaf gera svona hvert átfit fyrir eitthvað chic. Já. Að þegar maður eitthvað smá svona... Það er ekki nothing beats gott leður átfit, sko. Nei, nákvæmlega. Matrix. We love Matrix. Já. Næst sem ég með er funnel neckjakkar. Þetta er basically bara svona eins og þessi sem ég er í, nema, þú veist, funnel necki er svona. Ok, love. Já. Það er svona basically smá turtleneck á jakkanum, skilur. Þessi jakki er ekki alveg þannig, en þetta er, that's the vibe. Og það er mjög oft á svona French coats, ekki French coats. Funnel jacket outfit. Þetta er alveg smá svona statement á jakkan, skilur. Þetta er geðveikt. En það er alveg alls konar útgáfur á þessum jakka til. Gott að eiga þannig L'Oreal sprayð. Já, kraðnis og make-upið, þannig að mælu með að eiga L'Oreal. Já, einmitt. Just in case. Just in case. FYI, já. Þetta er hans bestu spray sem ég veit sko. Ég veit það. I love it. En gott fyrir þú veist, ég á eitt svona jakka sem ég keypti bara okkur söru sem er bara svona, þú veist, veistur hvernig er bara svartur stutt, þú veist, Cropped. Já, svona milli sýti einhvern veginn með, þú veist, svona háum, og þetta er geðveikt næst þegar ég svona, þú veist, þetta er ógeðslega næst, þetta verður svo. Já. Það er bara staðan. Þetta er bara að fylgir þessu að mála sig. Hvítur, sko. Já. En það er líka smá slemt þegar þeir eru svartir, þá kemur smá svona. Það er verra en sig hvítur. Já, það er enda verra. Já, það kýrst miklu meira. Kríujakkin frá 6 smá svona. Já. Það er bara allar úlpunum mínar eru alltaf með svona því maður þarf bara að vera duglegur að spraya á þessu sprayinu, sko. Já, algjörlega. Já, ok. Big sleeves og þröngmitti jakkar. Bara oversized ermar, tight little waist. Shoulder pads. Já, ég sá þetta út að það var að kalla volume dressing. Já. Og það var svona allt er þið meira íkt, risaxlir, lítið mitti, silhouette-jakkar. Svona mjög 70s, neða svona 60s, kannski 50s. Svona meira íkt. Já. I love it. För svona felda vesti, they're back. Oh my god, ég veit hvað það tala um, já. Bara, þú veist, för nema vesti. Já, en það var oft til svona peysur. Þá, mannstu ekki eftir, það var rent. Já, það er geðveikt í dag, sko. Já, þú veist, það er komið fyrst, þá er samt ermar með. Já, nei, það er slei. Það er mjög thrifting vibes. Já, þetta er svona að geta fundið thrifti. Já, að þetta er verið áður, eða þú veist. Já, klálega, og þú veist, það er alveg flottara eða lukka thriftað, skilju. En ég á alveg svona, eitthvað ekta svona sem ég fekk í alveg í jólagjöf þegar ég var ándjóks bara 12 ára, sko. Já, áttu ennþá. Veit það ekki, ég man ekki til þess. Nei. En það er alveg galið ég myndi gefa það upp, sko. Að það er alveg cute. Oh my god, það var gaman að myndi finna. Ég man svolítið ekki, sko, það er sko held ég áttalega mér svo 2. Hvernig myndir par að stíla svona vesti? Fél eftir, sko. Það var alveg cute að vera bara í þröngum langar mundir. Eða þú veist, það fyrir eftir hvað litur það er. Að vera bara í peysu undir, skilur, bara nota það sem vesti, bara basically lúka þá eins og peysu eins og varst að útskýra, skilur. Já, mitt. Það er alveg, alls konar, ekki svona eins og maður gerði í gamla daga, sko. Hvernig gerði maður aftur í gamla daga? Hvernig gerði maður aftur í gamla daga? Nei, ég man það ekki alveg. Ég held að ég var svona oft yfir í, sko, í vestinu mínu yfir leður eitthvað minn. Sko, hvað ég meina? Fá þú segja það? Að það ekki, já. Jú. Fur vest. Oh my god. Það sérna, sko, smá eins og, já. Þú veist, já, yfir langar með peysur, þú veist, það er náttúrulega, ég myndi ekki persónlega vera með berar hendur. Það myndi gefa mér alveg 2012. Já, ég er að samla maður var alltaf með skyrtu líka. Jú. Ég man eftir einnig mynda mér bara svona túrki skyrtu og vestinni mín yfir. Þannig að það er alltaf gott líka að skrifa, þú veist, ef þú eru að skrifa Furvest og Pinterest núna, að skrifa 2025. Já. Og ofta gott að skrifa aesthetic á eftir á. Já. Af því að þú veist, það kemur oft bara svona weird product myndir. Já. Svo eins og þetta leitaði að kaupa þetta, já. Já. Þannig að aesthetic þá komið svona alvöru myndir frá alvöru skvísum. En já, bara yfir peysu, við buxur og með eitthvað belti og þetta er smá svona vintage vibes, sko. Það er spennandi. Já, hérna er bara yfir hættupeysunum sína. Má sjá.
Ég er svona þykka peysu. Það er ekki eitthvað stóra hættu. Þetta er cute. Mér langar að bli svona. Já, ég veit, þú veist, þetta er vestið. Já. Ég á nefnilega, mitt er sko, það er alveg, vá, þetta er líka geggjað. Með svona hálf peysu dæmi. Já, með svona einhverjum svona smá kragar sem er peysa. Já, eins og svona riffled peysa. Já. En ég á eitthvað svona. Skilur við. Þetta er kannski flott í svona vetur. Já, þetta er meira, það er 100% meira svona seasonal, einhvern veginn svona svona festival season. Já, ég tala það, já. Festival season. Festive season. Já, festive season. Já, festival, já. Nei, klálega festive. Já. Þetta er eitthvað svona, já, þetta er svolítið skemmtileg. Hérna er líka þessu yfir hættupeysu og bara svona. Vá, þetta er cute. Þetta er alveg cute. Já, svona öðruvísi. Skemmtilegt. Hætti að dressa þetta upp og niður. Já, klálega. Þannig já, þetta er eitthvað svona sem við hefum ekki séð lengi koma, sko. Nei, við hefum ekki verið að ræða þetta mikið. Nei. Maður sjá, þetta. Vá, þetta er mjög spennandi. Já, og svona munu alltaf the fur coats halda fram. Já, Time to bring them back, og það var svo kallt úti. Ég fór í mínum daginn, ég var bara, I missed you. Þú fórst til líka í þínu sko í sumar þegar við svo bara snaps, já. Já, það er allt annað. Við búum á Íslandi. Ég veit það. En hún er powdered pink. Já. Hún er perfect for every season. Já. Nei, ég elska þetta er uppáhaldskápa mín, sko. Svo er náttúrulega animal printið. Það er coming back for the fall. Þannig að ef þú keyptir the cow print jacket í fyrra, sem að mjög margir eiga, þá getur þú grafið hann aftur upp. Já, það tala um að leopards er svolítið svona. Nei, leopard er ennþá smá. Okay. En ekki eins mikið, meira cow. Meira cow, já, og tiger. Sorry. Já. Og þú þarft ekki að fara í heilan jakka, skilur. Þú getur bara að fara í einhverja sæta skó, með tösku, bara eitthvað svona aðeins. Já. Og svo náttúrulega plaid and checkers. Ég er búin að losa mér, sorry. Ég ætla ekki að fara í kúaprintið fyrir en ég búið með barnabrjósti. Annars er ég bara a literal cow. Já, en bara embrace your cowness. Já, kannski að ég verið bara í cow í jakkanum. I'm a cow. Murr. Já. Ég sjálf er ekki eitthvað mikið fyrir cow print. Mér printið ógeðslega flott. Sturla flott á öðrum og mér finnst það flott. Já. En ég er ekki að deyja að mér langi í það, skilur. Nei, þú veist, ég veit allan að það er ekki fyrir mig eins og staðan er núna. Nei. Mér finnst það ógeðslega cool, sko, en ég er ekki eitthvað, ok, ég ætla að borga 70 skall fyrir hann eitthvað. Ég er ekki að deyja fyrir hann, skilur. Mér finnst það geggjaður á öðrum og flott bara statement piece. Svo sammála. En já, plaid og checkers, plaid er svona, plaid finnst mér vera sko annað en checkers. Mér finnst plaid vera svona afa checkers, svona, lengri, og svona skota-vibes. Já. Og svo checkers er svona litlir kassar. Já. Polka dots minn halda áfram. Já, það er svo sætt. Já. Það er svo sík. Bara það svona sætan polka dots, kannski navy bláan með hvítum doppum jakka eða eitthvað. Það getur alltaf cute. Já. Ég er ekki mikið fyrir polka dots. Ekki, ég fíla alveg polka dots. Þú veist, á sjálfur mér, en mér finnst það ógeðslega flott. Ég sammálegast, ég var eins og polka dots átið fór henni í bæ og ég var bara, ég er svo frú. Já. Það polka dots er cute, en það er svona brunch og ekki, þú veist ekki að fara á klubb í polka dots, skilju. En það er svona brunch og... Ég gæti alveg átt svona cute top þannig, eða peysu, já, svona lausan, svona silky polka dots top með eitthvað svona matching little scarf. Cute, já. Það er alveg cute. Þetta er bara mjög cute. Svona elegant Perry. Já, baby shower, eitthvað. Baby shower. Já, maður að mæta svo mörg. Já, ég veit. Og klannís. Já, og svo náttúrulega suede. Suede, já, það er áfram. Já. Mér langar svo í suede boots. Mér langar svo mikið suede. Mér langar suede tösku, mér langar suede jakka. Sér svo eftir að ég keypt mér eitt í trikot í fyrra. Já, 2 suede jakka. I love them. Eitt súklaðbrunnan og eitt svona klassíski mustard. Já, kamel, já. Brúð kamel einhvern veginn. Já, ég sé svo, ég hugsa alveg reglulega hann. Já. Fucking swag. Já, it's your sign. Já, satt. Og svo dark denim. Þú veist, svona dögt. Það er alveg komað flott, já. Sterkt inn núna. Það er svo flott. Ava blazers. Ok, hvað sé það? Checkers. Já. Svona blazer og ekki svona beint svona stór ór, meira svona þykkur, skilur. Ekki svona... Já, svona meira svona tweed Chanel dæmi. Já. You know, þannig, einmitt. Boyfriend svona college, ógeðslega erfitt að útskýra þetta. Boyfriend college polo peysa
Það var því sem Bensi gerði ekki mikið grína mér og kallaði mig Steve og eitthvað. Jú, já, þær eru geðveikar. Já. Ég elska þannig peysur. Það eru svona polo, ruby, eitthvað. Svo cute. Með svona kraga og svona striped, langarmapeysur, svona smá oversized. Ég elska það. Ég elska það líka, mér finnst það ógeðslega sætt, en Bensi alveg gerði grína mér, sko. En ég var alltaf, þegar hann var að gera grína mér í henni, það var bleika þegar við spurðu hann á beauty tips þegar Birta var í henni. Já, svo var ég í henni einhverjum mánuðum setna. Já, sko ég bara lét hann upp á skrifstofu því ég var svo lítil í mér því Bensi gerði svo mikið grína mér. En hún ógeðslega sætt. Hún geggjuð. Og Hvar er hún? Ég held hún sé bara henni ekstra upp á skrifstofu. Þú varst alltaf að senast í henni. Já, ég held ég að koma hana, því ég var ekki séð hana heima. Já, nema hún sé heima, ég hef ekki séð hana svona þegar upp á skrifstofu. Ég held það. Ég finn hana. Já, var að finna hana. En já, Bensi kallaði mig Steve, Kevin, allt þetta því ég var bara, hann fórst ég var algaur í þessu. En ég var í oversized svona vintage lífa þessu, þá hann var bara, nei, svona, ok. Þetta ógeðslega cute á öðrum gælum. Nei, þetta ógeðslega cute á þér líka. Þú ert svo cute í þessu. Já, ég reyna að láta virka aftur. Smá svona Molly May líka dæmi, hún er svo oft í eitthvað svona. Já. Þess ekki bleiku, hún ekki eftir bleiku, en... Nei, aldrei. Never. Já. Þetta er svona með stripes. Svo er mikið blúnda og svona sérstaklega blúndu silki kombo. Já, the lace. Já, the lace. Lace and silk. Og þú veist, þannig svona kjólabólis. Já, ég sá yfir buxur. Það tala þetta var sko ógeðslega mikið á Copenhagen Fashion Week núna. Það eru náttúrulega, þegar Copenhagen Queens eru the trendsetter með þetta buxur, kjólaði buxudæmi. Já. Þetta er alveg, þú veist, þetta er bara í þannig, þú veist, þetta er svona þrefall layering í ból yfir. Þetta er alveg cute, sko. Þetta er alveg cute, en hvað koma mann eftir þessum silkikjólum? Já. Nema, þú veist, ekki með kannski endilega þessum stíl. Ekki svona asymmetrical. Nei, ég fíla það. Það var bara svona beint. Já. Þú ert búin að kaupa það svona? Já, svona. Já. Ég þarf að fá mér eitthvað svona, mér finnst þetta æði, sko. Mér finnst þetta mjög cute. Þetta gefur svona smá, svona edgy yfir svona gallabuxurnar. Já, bara þú veist, gerir eitthvað svona skemmtilegt úr eitthvað einföldu, skilur við. Sammála. I like it a lot. Já. Já, og svo líka mikið svona polo peysu vibes sem við vorum að ræða yfir skyrtu, kannski með pilsi og blazers. Svona polo peysu skyrtu dæmi. Já. Svo er mikið, þú veist, boho mun alveg halda áfram. Já, það er náttúrulega bara ákveðin stíl. Já. Svona, já. En það er alveg að start inni og það er náttúrulega partur af þessu fringe dæmi og svona. Já. Svo líka svona, eitt sem er svolítið skemmtilega, sem er smá boho líka, svona langar döster gollur. Svona, já, svona síðar. Já, en ekki of þykkar eins og í gamla daga, heldur svona ég man samt eftir þessum líka í gamla daga. Já. Hjá okkur, sko. Já. En samt alveg svona golfsíðar. Já, ég man alveg eftir því líka. Já. En þetta er svona meira svona vintage, svona kannski úr blúndu eða eitthvað skilur. Já. Ekki alveg úr sparksefninu eins og við vorum í. Djöfull var það lóta maður. Shit, maður. En já, alls konar svona yfir þá, þú veist, buxur og líka pils og já, þú veist bara einmitt. Þetta er alveg frekar cute. Svo sá ég eitt hérna sem verður líka svolítið áfram. Mér fannst þetta að vera mjög mikið í sumar en þetta verður áfram núna í haust er svona jeweled clothing. Þú veist, föt með svona studs eða demundum. Já, eða svona þú veist eða þú veist eitthvað svona lengjum. Já, eða hvað heit bara svona fucking strappið, skilur það sem með ykkur svona alltaf jewelry, já og ég sá það ógsta margir sem tala um að þessi Tory Burch Pierced Mule þessi skó, þetta komið líka í skó þetta sé óskulistum hjá mörgum. Já, eru þeir bara með piercing? Já, basically. Já, cute. Þetta er svona, þú veist, mér finnst það að vera svo mikið svona eitthvað studded dæmi. Já, svona statement. Já, það er cute sko, skemmtilegt. Maður tók eftir svo mikið í sumar, þá voru komin hana skeljarnar á bara bóli og á, þú veist, bikini og bara gallabuxur með einhverju sparkle, bara demundum Já, skemmtilegt sko. En þetta er svona, þú veist, einmitt, það er gott að eiga kannski, þú veist, 1-2 svona, einmitt kannski í, þú veist, í fylgihlutum að þá getur maður poppa upp hvaða outfit sem er. Algjörlega, það er alveg mjög cute. Já, þannig að þetta er jeweled clothing, stödd belti og eitthvað svona, þú veist, alls konar. Alls konar, allur gangur á því. En erum við búin að fara yfir alla svona stílana eða eigum að fara yfir í skó, töskur? Já, sem á eftir, sko. Ok, höldum við fram, já.
já, kjólarbuxur, við erum bara að tala um það. Lacy og flowy ógeðslega cute og ógeðslega trending núna. Svo pirate blúnduskyrtur, svona 1800s, bara segjum að það væri bara, skilurðu, í jakka og eitthvað, það kemur svona út hérna á ermunum og svo hér. Já. Þú veist, það mjög mikið. Love. Svona 1800s, corset, eitthvað, vibes. Smá svona þessi fræga gannískyrta sem ógeðslega margir eiga. Já. Og þú veist, ég myndi að líka þannig flowy skyrtu, kannski við svona midi skirt og belti og eitthvað, líka þannig, ekki bara sem layering. Það alveg cute. Við erum ennþá að finna, við mann rættum þessar skyrtur ekkert mann. Við hefum ekki ennþá fundið, ekki þessar sem ég tala, ekki svona flowy, ekki svona úr hörðu. Sko ganni bara meira harðara. Já. En þú veist, ég sé þetta saman... Smá silki skyrtuefni, en samt hvítt. Já. Veit ekki hvernig útskýr það. Það er bara að byrja að þrifta meira, sko, ég er duglegri. Já, statement jeans, þú varst að tala um bara, annarkvæmst líka með bara blúndu eða eitthvað, skilur bara svona eitthvað svona statements, svona mjög 2012 studs, eitthvað dæmi á gallabuxunum. Stóra prjónupils, eða peysur, ekki pilsur. Stórar prjónapeysur, kannski þá að para með mini-shorts are still going strong. Já, en það, þú veist, bara fucking Ísland. En sokkabuxur við? Já, satt. Maður oft í þú veist, mínipilsum og sokkabuxum, skilur. Já, satt. Við bara byrjum að grafa upp sokkabuxunar okkar núna. Já, og... Ég þarf eiginlega bara að fara að sokkabuxum shopping. Ég líka. Ég notaði það mikið seinast að ég held sér allar ónýtar. Ég líka. Þannig að ég mjög spennt að kaupa mér góðar sokkabuxur. Eða vitið góðan stað. Hann alltaf geggjar í Hagkaup og eitthvað. Það geggjar og Hagkaup er fullt af góðum sokkabuxum. Já, nefnilega. Ég fyrir eiginlega alltaf í Hagkaup til að kaupa mér Orublu sokkabuxuna. Það eru góðar, sko. Það eru nefnilega góðar og það kom í litum og leysi og eru með alls konar útfærslur. Þannig að það er alveg mjög sniðugt og það maður veit úr að kaupa þau rifna ekki á fyrstu notkun. Nei, þetta er gæða og það er kostalega smá en það er worth it. Ég þoli nefnilega ekki að fara í sokkabuxur og bara rifna. Átvitið er ónýtt. Þú ert að mæta eftir tímabil. Og þú keyptir ekki tvær. Nei. Bara, ángriðs Hagkaup er mjög snöðt fyrir, þú veist, alls konar haustísku, sko. Klálega. Bara að geta, kíkt þangað, það er svo einfalt og líka bara opið allan sólarhringinn. Ég hef alveg verið á leiðin eitthvað, farið Hagkaupskefina og gripið mér. Já, einmitt same. Þú veist, þannig að thank you Hagkaup for your service. Já, bara takk fyrir að vera opið alltaf. Já, ángriðs, bara... Fyrir gælu, mess. Herri, ég fór inn í Hagkaup í Garðabænum daginn. Já. Það komið svo flott beauty-deildin. Já, hún er, já. Ég fekk, ég labbaði hann inn. Ég fekk svo góða tilfinningu, ég labbaði hann inn. Það er svona útlandavæps. En svo væri kannski svona department store. Ég leiði þannig. Já, mér leiði alveg má þannig. En ég fekk líka jólatilfinningu. Sko, Hagkaup jólin. Já, og ég fekk bestu jólatilfinningu. Ég var bara, mér langaði svona að snúa mig við að segja ykkur þetta. Bara eitthvað random sem var að labba yfir henni. Ég var bara, hinn jólin. Can you feel it in the air? Ég veit það ekki, af því að þú veist, styrstuður deildin var svo flott og það var eitthvað svona lykt að inni, ég var bara oh my god, best í heimi. Já, ég veit oft talað þetta með Hagkaup áður að þú veist, það er alltaf best að kaupa grænmeti og okkar hana. Já. Ég er búin að leita að romaine salati í allt sumar og þú veist, auðvitað er það bara Hagkaup sem er með. Já, bara. For the Caesar, já. En þú veist, það er ógeðslega oft líka uppselt þar, skilur. Það er erfitt að fá það, en ég er bara svona, ef einhver staðar, þá Hagkaup. Og mér finnst romaine salat vera bara svona must í Caesar salati mitt. Það fyrir líka núna styttist ég að Hagkaup farið, þú veist, að skreita sig í spooky season. Já, þeir eru enda mjög góður í því. Já. Það er ógeðslega gaman. Já. Þú veist, já. Maður getur graskeradraman okkar, sko. Oh my god, graskeradraman. Það var bara Hagkaup sem það græði okkur, sko. Hagkaup. Já. Takk fyrir þið. Thank you for your service. Thank you, Hagkaup. Ok, sporty chic, ég sá það verður alveg áfram en þú veist, það ekki bara alltaf hættubus og blazer og þú veist íþróttabuxur og skyrta, skilur við Jú, þú einhvern veginn Jú, klálega Mér finnst það bara svona, Vogue, sporty chic verður, en það er bara alltaf en það er mikið að tala um það Adidas buxunar við, þú veist, blazera á eitthvað þannig. Já, svona trásy sporty pants. Já, mér langar að lega nokkra. Og bara með geggjum hálsmunum og þú veist, flottum hálsstíl, skilur, það er alveg cute. Já, mann vantar eiginlega að fá eitthvað þannig. Ég hef ekki átt nógu góða þannig, sko. Ég var alveg til eitthvað svona oversized Adidas. Vintage helst. Já, helst vintage, eitthvað svona skemmtilega. Já, því annars verður það þröngar. Kannski getur maður að kaupa kalla líka. Já, ég hugsa staður sem maður getur fundið svona er ASOS örgulega. Já, pátið. Eins og svona mjög mild stað fyrir þetta. Algjörlega. Svo núna í haust það geggja að fara í Boots and Caprice.
Já, oh my Svona god. smá á milli en samt svona ekki svo, þú sest kannski niður og sest smá í nýjunni, skilur. En líka bara svona long shorts með boots, eða náttúrulega mini shorts með boots. Ég er svo spennt að fara í mini pluss sokkabúsur og boots. Já. Það eiginlega uppáhalds. Getum við normalist að bara klæða okkur þannig bara on a daily? Já, Þú klálega. veist bara ekki bara þegar við fyrir fancy, bara Við þurfum náttúrulega bara aðeins að hætta að vera svona cozy í vinnunni, sko. Dressa okkar Já, við þurfum að dressa okkur þessu. Bara hafa alltaf svona á föstudögum, þá förum við bara í svona get cute outfits í vinnuna. Það væri gaman. Það er svo langt síðan, þú veist, við erum náttúrulega ekki með eðlilega vinnstað eins og við þið. Þú veist, það erum ekki með corporate, eða ekki corporate, þannig að við erum bara að klæða okkur upp fyrir hvora aðra, basically. Já, við bara, En þurftum að hafa Fancy Fridays. Fancy Fridays, gerum það. Það ekki. Ég til það. Það er gaman, já, it's a deal. Oh my god, eigum við svo að posta fyrir ykkur? Já, Fancy Friday of the day. Já. En það er gaman. Já, það er ógeðslega gaman. Ég er ógeðslega. En já, en þú veist, eitt sem er líka bara svona ógeðslega auðvelt svona sem elevator ógeðslega mörg lúk er bara belti, bara við allt. Ef þú ert bara í þú veist, bara t-shirt eða bara skyrtu og gallabuxum, notaði belti. Bara aðeins poppaði upp og svona kontrasta lúkið. Það er alveg gott staple að eiga gott svona skinny belti líka. Elskar svona skinny belti, já. Bara kaupa sér þannig, bara svona þegar þú sér það bara svona, ok, þú veist, það er einhvern veginn út allt. Og það er bara svona mun að kaupa belti. Ég veit það. Ég elska bara að því belti poppa allt. Já, skinnier jeans, ég ætla ekki að segja skinny jeans. Skinnier. Því ég er smá ándur. Skinnier jeans með high boots. It's giving American Christian girl, skilur haustgellananna sem að tekur alla myndirnar í skinny jeans og boots. Þú veist, við erum búin að tala þetta núna í 5 ár. Ég veit það. En þetta er bara raunveruleikinn. Skinnier. Já. It's a skinnier jeans. It's a skinnier jeans, love it, ok. Og svo núna, mér finnst maxi-skörtin er bara að vera farin. Já, er þetta ekki allt midi? Þetta er bara midi eða ný, skilur, ný-hæ. Eða að hnjánum, skilur. Midi getur líka að vera á kálfum. Já. En líka bara hnjápils. Það eru nefnilega svo sætt. Það eru svo sætt. Ég veit það. Það er eitthvað svo feminine, finnst mér. Ég fíla það. Já. Núna einhvern veginn líka, ég er ekki búin að fara lengi í maxi nema þegar ég styrir útlöndum og eitthvað. Já, ég fer alveg mikið í maxi, þú veist bara, að mér finnst það bara... Já, það er þægilegt, sko. Það er þægilegt, já. En þú veist, ef þú ætti midi. Já, kannski það er bara eiga 2 midi. Já, kannski bara, já, kíkja á midi. Og ný, ég verði slegið. Það er rosa corporate samt. Já. Það er það. Það þarf ekki að vera samt þröngt. Ef þú ert líka byggðið boots við það, skilur. Já, en þú gæti líka bara dressað bara við bara cozy peysu. Já, true. Það er mjög cute. Já. Það er mjög cute. Eða bara jakka. Já. Ég sá, var geggjaði gerðlega sem var að Copenhagen Fashion Week og hún var í, ég verði að sína þetta, en hún var bara í sequins, bara, geggjuðu pilsi við bara, þú veist, svona, einmitt, svona, hvað það, utility jakka, eða svona born jacket, sér hvað þetta er cute. Þetta er ekki cute. Ég elskar svona að mixa 2 með stærk saman. Já, þú veist, og maður svona, Já. En ég sá að þessar sequins, svona stórar, svona shells, einhvern veginn sequins, í dökkri tónum verður mjög vinsælt núna í haust og væntanlega þá ennþá vinsæltlega núna. Já, það var náttúrulega mjög vinsælt í litum í sumar, þannig að það er geggjað. Já. Ég elska allt sem er sequins, þannig að I love it. Printed plate, líka midi-skirts með eitthvað belti, eitthvað svona cute. Það getur krúllegt, við er bara basic eitthvað ofan, peysu, blúblá eins og vorum að ræða. Og já, bara striped, langar með bólir og smá baggy jean og belti. Cute. Já. Ok, skór. Skór. Loafers, svona skinny loafers, vintage loafers, brúnir helst. Já, bara dökk brúnir. Og ekki chunky, þá bara skinny. Nei, chunky er átt, sko. Við erum alveg búin að segja skilu við chunky. En ef þú átt chunky skó, nota á þá. Já. En það er ekki out. Ég er ekki að segja það. Ég er bara að segja að það er ekki trending. Það er ekki meira svona þessi Oxford stíl. Jú, þetta er alveg svona, og svo líka svona boat shoes. Svona smá svipað með, svona loafer kind of style. Þetta er svona Oxford. Já. Nema, þú veist, brúnir. Já, mér finnst það rosalega flott. Það er rosa cute. Ég sá ekki það bara brown is the new black. Ég sá það líka. En það er, þú veist, you can't go wrong with a black outfit, sko, all black outfit. Never. Það er alltaf inn. Það er alltaf classic. Og þá er bara svona, þú veist, the hairs, the outfit, dæmi, skilur eitthvað þannig. Já, eitthvað allt annað heldur en, já. Þú veist, en ég er samt svo sammála, ég nefnilega fíla mig, það kontrastar ekki alveg við mig allt svart. Nei. Mér finnst það bara einhvern veginn stundum ekki bara að fara mig vel, en mér finnst brúnn
þú veist, kontrasta meira. Já, það eitthvað svona meira, að því ég alltaf með, þú veist, honey, eitthvað, ekki kalt, skilurðu. Já. En já, ok, Puma Speedcats, mjög trending. Já, þeir eru áfram. Ok. Suede boots, langar þannig. Sko, svo það bara svona bara slík sneakers, það rauninni skiptir ekki máli. Ok. Hvað, þú veist, skiptir ekki máli eitthvað merki, skilur, af því að þú getur keypti mjög New Balance eða tímur eða 300 skall á, skilur. En það líka til eitthvað merki sem er dupe af þessum mjög New Balance sem heitir Alohas, sem kostar miklu minna. Ok. Þannig að maður getur tjekkað á því. Svo sá líka eitthvað Jacko Moore eru aðkomi geggja svona þannig. Já, skó. Sem ég sendi einhvern daginn, ég var bara damn. Já. I kind of want. Já, hvað kostar þeir? Veit ekki. Nei, spennandi. Ég vil eiginlega kíkja á það. Já. Ég elskar sneakers eins og veist, sko. Já. Já, slim sneakers. By the way, varstu bara að sjá þetta mjög geit, eða? Herðu, damn. Hvað hét áttur þessi influencers? Við erum að segja ykkur frá þessu. Já, þetta er eiginlega rosalegt þegar ég skal finna hann. Ég var að reyna að googla þetta á hann, að ég man ekki hvað hann hét, en hann sko, þetta er bara eitt frægasti fashion influencer bara á TikTok. Já. Og hann kaupir sér, hann fer í mjög, hann bara kaupir sér vesti, gallavesti og eina peysu. Þetta er bara, já, þetta er frekar dýrstæmi, ég held að það kostar svona 300 skall vestið eða eitthvað og 200 skall peysan eða eitthvað. Hann heitir Wisdom K. Wisdom K, já, auðvitað, okkur en ég gleymi því. En ég er búin að reyna að googla þetta mjög geit og það er ekki að koma þetta og, þú veist, er enginn að skrifa þetta? Nei, greinlega ekki. Það er alveg crazy, af því að TikTok it's going crazy þar, sko. Þetta er svo fyndið, en já, halda áfram í söguna. Já, hann sem sagt postar vídeóið, þar sem hann er bara, ég var bara að shoppa mjög, bara eða ógeðslega mikil pening og ég verði eiginlega bara að segja, ég opnaði þetta mjög eðlilega og bara hneppan dettur strax. Já. Og svo var ég að renna upp peysunni og bara rennilósin brotnar af og ég ætla að laga þetta og ég er að tala eins og sé hann og hann eitthvað reynir að laga rennilósin og það bara brotnar hann alveg af og þetta er fucking 250 skr peysa. Já, þetta er mjög peysa. Come on. Ok, hann er bara, skrítið að sér 2 gallaði hlutir en ég ætla bara að gefa þeim séns og hann postaði þess á TikTok og þau reachuðu át mjög og ákveða bara, viltu fá refund eða viltu fá bara nýja vörur og hann bara, þetta er þetta bara gallað, skilur. Já, hann bara, ég keypti mér þetta en mér langar bara að fá vörurnar. Já, og þú veist, og þetta er þetta ekki bara, það er ekki séns að það gerist aftur, skilur. Nei. Hann tekur vídeo, hann eitthvað, ég er búin að eyða hérna í vídeóinu og þau eru búin að gera þetta upp fyrir mig og ég ætla bara að sýna ykkur og bara unboxa þetta fyrir framan ykkur. Það er ekki sens að þetta gerist aftur. Já, ég verða að eiga þetta on cam, bara en þú veist að það er enga líkur. Nei, það er enga líkur. Heyrðu, hann opnar vestið, dettur hnefnarna strax. Pröfa peysuna, hann ok, reyna það sem virkar. Já, hún virkaði. Ok, svo bara ég ætla að opna hérna, neppa og svo bara strax. Já, þú sér líka svipur hann bara, no way. Já, og þú veist, hann er bara, ég er ekki að gera þetta fast, ég er bara að gera þetta mjög eðlilega. Og það er allt gjörsamlega brjála, og hann bara uploadaði vídeóinu sinni aftur, eða þú veist, hann greinilega draftaði hitt. Já, þetta er private. Já, eða það. En hann bara leiði að þetta kom út og bara opnaði hitt aftur, þannig hann ætlaði eða því hann ætlaði bara næst, skilu. Og núna er allir, ég elska sko mjög, þetta er eiginlega bara upp á þessu merkið mitt. Já, ógeðslega flott merkið. Þannig að fuck this, sko, og þetta er svo mikið skandall fyrir þig, af því að þetta er high-end merki. Þetta á ekki gerast. Þetta á ekki að fucking gerast. Maður gefur einnig vöru séns. Já, ok, galla vesti, bara galla, takið það, bara discontinue það, skilur. En 2 vörur, smá vond. Og núna er fólk alveg að bara posta öllu sínu, bara eitthvað, skilur, já, gleruðu mín bara, fólk er náttúrulega bara hoppa á trendi, skilur, en ég er mjög spennt að sjá hvernig mjög respons, af því að þetta er alveg crisis, af því að þessu gæði það fokkin frægur, sko. Hann verður næstu herferð. Ég veit ekki alveg hvað hann myndi vilja það, sko. Það er eitthvað. They will play this PR perfectly, sko. Já, verður, já. They will. En bara svona til að fara hratt yfir restina hjá mér. Já, vorum að fara við skona. Já, bara skartinn, löng, bara svona bellylengt að hálsmunum komin aftur. Oh my god, með uglum með það? Ég hef ekki séð ugluna, en ég sé bara geðveitt löng hálsmun með skil eða einhverju svona, þú veist, einhverju svona statementi, skilju. Þannig að ég veit að svona eldri millennials er mjög ánægð með það. Neck scarves. Bara svona sætir klútar sem að bindi svona list kannski, skilur, svona yfir. Já, það er alveg cute. Og svo fur scarves.
bara feldur langur og bara svona bindan, alveg skemmtilegt, ég aldrei séð þetta og svo töskur bara the bigger the fucking better þú átt bara að vera það fucking flytja sko. I'm so for it já, og því ég elska að taka allt með mér og ég overpacker as fuck þannig ég vil bara stæðstu töskur sem þið sjáðu sko. Ángríns, það svo cute ég elska það og þetta ekki svona tote bag stíl þetta í svona, þetta svona eins og þetta sé bara eins og sér bara með risa, það náttúrulega til svona risa Chanel, skilur bara risa töskur og bara svona on the shoulder, þannig þú lúkar bara eins og þetta var fucking flytja sko. En we love that sko. Og svona taska sem ósla, líka svona suede töskur og mér finnst coach bags, svona suede coach bag mjög trending Mér langar henni Mér langar allt Okkur langar alltaf einhver nýja tösku Okkur langar í allt Vandamál Til að fara hratt yfir hárið líka það ombre, dálítið koma aftur beilage, aðeins ljósar enda eins og sérst bara hana smá bara sunkist í endanum skilum side parts við hefum séð það verður að koma og natural svona undone hér bara bedhead, bara Serena bara, þú veist eins og bara pældir ekkert í hárinu en þú veist líka undone waves, svona smá wavy eins og ekki eins og þessi gert með játni en smá svona basically gert með játni en það bara búið að gera það smá svona messy svo bob, líka short bob bara, það mjög trending honey blonde wispy bangs og bangs dálítið að koma aftur líka það alltaf gaman elskar bangs og líka bara eða þú ert með náttúrulega krullur og ert ekki að embrace them það eru bara, mér finnst það svo gorgeous ég vildi ég væri með natural curls og ég væri alltaf að gera svona það væri draumur mér finnst það svo fallegt þannig að þú veist, núna það mjög trending þú veist, það náttúrulega ekki trend skilur á hárið en embrace your curls eða þú ert ekki að því 90s layers svona nútíma útgáfan af bara Rachel Friends svona, bara blowoutið helmet hair það svona, ef þú tekur hárið og slikkar það back og þú veist þannig að þessi slikk til það niður og sleppur restinni en þetta gott fyrir fólk sem með líka stutthár skilur það bara stoppar það hér ég held að ég myndi lukka mjög weird þannig að það myndir bara losna frá en þetta alveg, og þú veist líka bara svona helmet einhvern veginn slick back skilur ég veit ekki alveg hvernig maður gera það en eitthvað svona helmet og svona snúður neðst skilur og svo frizzy hair hvað meinar það sem, en þetta bara svona your natural hair dæmi, skilur embrace it, skilur embrace the frizz ég alveg til, en þú veist, í make-upinu finnst mér ekkert eitthvað crazy nema það alltaf að koma finnst mér tilbaka að mála sem meira þú veist, bara meira crazy eye make-up meira bold lips, skilur meira matt, heldur en glowy og kannski blössarnir að færa sig meira kannski í svona brúna peachy tóna ég myndi svo ekki gefa upp my blush sko nei. en en Sabrina Carpenter með engan blush daginn og... já, einmitt, það var smá scary is this a hint? það var alveg smá scary satt en við erum smá fróðuleik frá blush hörru það rétt þannig að hætti að finna fullt af fróðleik en á blush þannig að ef við vantar fróðleik þá hætti ekki kíkja þangað það svona smá blogg svona dæmi og þú farir bara inn á síðan að þá bara stendur efst bara vefverslun og fróðleikur og það eina skemmtilegt eitthvað 10 ráð fyrir næsta rómantíska ferðalag 10 ráð? Já okay. Þannig að þú ert náttúrulega að fara í rómantísk ferðalag eða ert núna þannig að hérna smá tips fyrir þig þetta alveg ótrúlega mörg ráð þannig að veldu 2 ok, taktu með kynlýstæki eða segðandi aukaluti always og notaðu allt hótelherbyggið ég veit að þú ert ekki að gera það nei, en fyrir ykkur sem að fara í rómantíska ferð allt út hótelherbyggið það spennandi en það eru svona, þetta eru punktar og svo eru alveg útskýringar þannig að þið geti hérna lesið og 2 orð hádegis-kynlíf það er svona dálítið skemmtilegt svona í útlöndum fríið, þú hefur tíma í hádegi why not? Einmitt, gerða eitthvað öðruvísi já, gerum eitthvað öðruvísi spice things up líka bara svona, þau eru komin heim og af sólarbekknum ferði everything shower nýta þann tíma sko en já, þetta er eiginlega my list ok, love it, þetta var geggjað listi já, það ekki jú, ég er svo spennt að byrja að shoppa já, ég líka ég elska að fara yfir þetta svona því þá er ég bara svona get inspired ég veit að maður er svo inspired og ég veit að bara það er margir búin að skrifa eitthvað niður og
og nú þurfum við bara að hoppa í gólegu bílinn okkar og bara go shopping. En já, það gott þessum með stórt skott, many bags. Já, we do. Alltaf gott að vera góðum bílum frá gólegu. Já, satt. Ekki fara að koma vetradekki að skipti bráðum. Það stýttist örugglega það, en þau láta okkur vita. Já, við þurfum ekki að pæli. Við þurfum ekki að pæli því, það ekki okkar. Nei, það ekki okkar, sko. Það á þeim. En hvað svona efst á óskalistanum núna? Efst á óskalistanum mínum, og sko, eitt sem ég gleymdi að nefna sem ég búin að vera að reyna að kaupa mér, en það 2 sem búið að cancelast hjá mér. Það sko ballerina sambas. Cute. Eða Mary Jane sambas meira. Þeir eru svona samba Adidas, opnir og með svona klemmu yfir. Þeir eru alltaf krútlegir. En ég alltaf að reyna að panta mér á Farfetch og það alltaf kemur alltaf bara einhver náði því. Já, það var gaur. En já, það alveg erfitt að fá þá. En ég sá það ekkert um TikTok fyrir svona mánuði eitthvað og ég búin að vera að reyna að fá mér það síðan þá. Finnst það alltaf kjút, maður langar ennþá alltaf í þá. Já, þá það sæn. En mér vantar líka góðan, þröngan vintage leðurjakka. Já. Og stóra tösku. Já, mér vantar það. Það svona my list fyrir veturinn. Já. Og suede boots. Suede boots, já. Oh my god, við langar að fara á shopping. Við langar ógeðslega mikið að fara á shopping. Ekki bara gaman. Jú, ég var skell okkur. En bara we love you guys. Love you besties. Bye.